Annar liður á dagskrá fjárhagsáætlun Akureyrarbæjar viðauki til máls tekur bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég liður 5 í fundargerð bæjarráðs dagsettur 2. maí 2024. Lagði fram viðauki 2. Þessi viðaukar er stofnunar rekstur og greiningu á þjálfunarheimilis fyrir úrræði barnaverndarmál á Norðausturlandi sem viðbót samtals 26,90 milljónir. Það eru jákvæðar fréttir, það búið að finnast húsnæði fyrir þetta verkefni og afskaplega spennt fyrir að þetta fari í gang. Þetta stórt og þarft verkefni hér innanbæjar og nú fylgjast vel með því. Einnig í B, það að framkvæmdi gluggaskipti og flóttasti á Ráðhúsi, samtals 42 milljónir sem við teljum gríðarlega mikilvægt og að fara í gang núna í sumar. Og síðan sé vegna lokauppgjörs á rekstri Iðnaðarsafnsins og Akureyri, en Minjasafnið á Akureyri mun taka við rekstrinum næstu 3 árin. Þetta samtals 2,5 milljón. Þannig ég ber þetta upp hér til samþykkis. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vildi bara koma hérna upp undir þessum viðauka til að fagna því að loks sé fjölskylduheimili eða greiningar og þjálfunarheimili eins og þetta kallað í dag að verða veruleika. Úrræði sem Barnavernd hefur lengi talað fyrir en hugmyndin að þessu samstarfi hófst þegar mennta- og barnamálaráðherra heimsótti starfsfólk velferðarsviðs á vordögum 2022. Nú þetta að verða veruleika með stuðningi meirihlutans og ber að þakka fyrir það. Með greiningar og þjálfunarheimili hægt að fækka skammtímavistunum barna utan heimilis svo og lengri tíma fósturráðstöfunum. Úrræði veitir markvissari greiningu og meðferð en hægt hefur verið að veita fram til þessa. Í fjölskylduhúsi eða greiningar og þjálfunarheimili hægt að vinna með samskipti foreldra og barns, beita markvissari kennslu og leiðbeiningu til foreldra og leið gæta að öryggi barnanna. Þá með þessu húsi möguleiki á að taka á móti börnum, ungmennum sem að snúa tilbaka úr fóstri eða meðferðum til að aðlega þau aftur heim svo eitthvað sé nefnt. Og við erum til dæmis bara í næsta lið að samþykkja þjónustusamning við Norðurþing barnaverndarmál og ég held bara sem ég mikilvægt að við séum bara leiðandi í úrræðum í barnavernd. Við verðum hinn aðilinn sem að sinna þessum hlutum en Reykjavíkurborg einmitt að reka að með skilst 2 svona fjölskylduhús. Og ég tel bara mikilvægt að við horfum á þetta sem þjónusta sem komið til að vera þó að tala hefur verið tilraunaverkefni. Ég lít svo á að tilraunaverkefni að við ætlum að móta þessa þjónustu en snýr ekki að því að við séum að gera einhverja tilraun á því hvort að á þessu sé þörf. En það held ég að sé full þörf á þessu. Þannig ég ætla bara að lokum að leggja fram bókun fyrir hönd okkar varabæjarfulltrúa Ölfu, Sunna Hlín Jóhannsdóttir B-lista og Alfa Dröfn Jóhannsdóttir B-lista bóka. Við fögnum því að greiningar og þjálfunarheimili á Akureyri sé að verða veruleika í samstarfi mennta- og barnamálaráðuneyti. Hér verið að bregðast í brýnni þörf fyrir bættum úrræðum í barnavernd á Norðausturlandi, þar sem leitast verður við að grípa fyrir inn í mál barnin áður og koma þannig í veg fyrir að vandi þeirra vaxi og kalli á umfangsmeiri úrræði síðar. Þjónustan sem hér á að veita snemmtæk íhlutun sem mun spara sveitarfélaginu töluverða fjármunum til framtíðar, en mikilvægt þá að muna að betri þjónusta og stuðning við börn í viðkvæmri stöðu skilar sveitarfélögum meiri velsæld og betri lífsgæði til framtíðar og þetta sannarlega gott skref í átt að farsæld allra barna. Takk fyrir mig. Það bæjarfulltrúi Sunna Hlín Jóhannsdóttir lokið máli sínu. Orðið laust. Sem fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðsvið sem geta samþykkt viðaukann. Það eru 11.